Við ætlum að vera löngu búin að skipta yfir á Bessastaði en það virðist hafa verið að dragast eitthvað hér fram eftir degi. Þannig að við höldum nú bara okkar dagskrá og það er náttúrulega ýmislegt annað að ræða en flokkapólitíkin og stjórnarmyndanir og kannski margt sem alveg jafn áhugavert í því efni. Andrés Magnússon læknir hérna. Þú komst nú í þáttinn á mér, Andrés, hér fyrir mörgum mánuðum. Það var í síðastliðinn vetur og ég man að það sem þú varst að segja þar, við vorum annars vegar að tala um vexti á Íslandi en þú varst líka að tala um skuldsetningu þjóðarinnar og eignir á móti því. Ég man að þetta vakti mjög hörð viðbrögð og menn voru að tala um hvað ég væri geggjaður að vera að fá lækna í þáttinn til að tala um svona mál, en það hefur reyndar reynst vera satt margt af því sem þú varst að segja á þessum tíma það að skuldirnar voru miklu meiri en eignirnar, ólíkt því sem var haldið að þjóðinni. Já, þetta var í febrúar í fyrra. Það var náttúrulega þannig að ég hafði nú verið að skrifa peningamál í nokkur ár en í blöðin, en svo sá ég að Davíð Oddsson kom í sjónvarpsfréttum, kvöldfréttum, svona síðsum að segja haust 2007 og sagði nú væri útrásin afblásin í bili því að skuldir væri meir en eignir erlendis. Já, skuldir meir en eignir, er þetta bara plat með útrásina? Nú verður aldeilis fjölmiðlastormur á morgun og hlakkaði til og vaknaði snemma og náði fréttablaðið. Þetta var ekki á forsíðunni, ekki á baksíðunni, hvergi í blaðinu, heldur ekki á forsíðu Morgunblaðsins eða neinstæðar í Morgunblaðinu, ekki minnst á þetta í fréttum, hvorki útvarpi eða sjónvarpi eða Stöð 2 neinstæðar. Þannig að þá fór ég bara að hætta að taka mark á íslensku fjölmiðlunum sem voru þá enn í eigu auðmanna og fór bara að skoða heimasíðu Seðlabankans og fór inn á hagtölur, hringdi upplýsingafulltrúa Seðlabankans og sá þá hvernig staðan var í raun og veru. Það var að segja, rétt fyrir fall bankana var það samkvæmt Seðlabankanum voru skuldir þeirra umfram eignir 2000 milljarðir. Ég var svo heppinn að tala Bjarna Ármannsinni og spurja hann hvernig þeir geta sagt að eiginfjárstaða bankana sé pluss 1000 milljarðir en Seðlabankinn og Hagstofan sem segir að sé mínus 2000 milljarðir. Munurinn sem sé goodwill eða viðskiptavild. Það var viðskiptavild? Já, viðskiptavild og aðra óefnislegar eignir. Já. Og ég var líka að tala við framkvæmdastjóra mjög stórs lífeyrissjóðs hér og spyrja hvernig stæði því að þeir væru að kaupa eignir hér á Íslandi þegar þessar tölur lágu fyrir. Hann sagði, já, við sáum bara endurskoðandi voru búin að skrifa upp á þessar reikninga og ég vissi ekki, sagði þessi maður, að það var búið að breyta reglum hvernig viðskiptavild væri færið. Ég er enda með dásamlega tölur heima eitt stærsta eignarhaldsfélagið, munin þessar, hvernig þær eru bókfærðar og ég mun birta þetta á netinu núna sennilega í vikunni, hvernig viðskiptavildin er bókfærð og það eru ótrúlegar tölur sem eru bókfærðar sem viðskiptavild. Það var slakað á þessu öllu saman, þú getur bara smurt á viðskiptavild nánast eftir hjartans list. En sem sé, ég var sem sé að hugsa hvaða ráð eru til þess að komast út úr kreppu. Já, við ætlum að tala um það, hann er svona erindeytingar. 7 óbrigðum ráð til þess að afstýra kreppu á Íslandi. Og þá þurfum við náttúrulega að horfa á skuldirnar fyrst, sko, hvernig þær eru. Einmitt, sko, hver er staðan? Fólk þolir ekki óvissu, fólk getur þolað mjög slæm tíðindi en að bíða og vita ekki hvernig staðan er, það er ofsalega erfitt. En nú er búið að segja okkur að skuldir ríkissjóðs eru 2400 milljarðir og hvað þýðir þessi tala? Við erum að setja inn eitthvað samhengi. Það var ágætt grein sænsku bankakreppuna 1990 í Mannlífundaginn og þar stendur að ríkisstjórnin þar þurfti að taka 1800 milljarði í lán til þess að vinna sig út úr þeirri kreppu sem sé 1800 íslenska krónur framreiknar núvirði. Þannig að við erum að tala um nánast sömu upphæð á Íslandi og í Svíþjóð, landi sem er með 25 sinnum fleiri íbúa. Og líka finnska efnahagskreppan djúpa 1990, þar hef ég allavega lesið það að lánsfjárþörfin var 60% af vergri landsframleiðslu, en við erum komnir yfir 200%. Þannig að þetta er mjög djúp kreppa. Og hvað er til ráðað? Ég er búin að vera á mörgum fundum á dögunum og það er alltaf spurt, hvað getum við gert? Hvernig eigum við að bregðast við? Það er aldrei spurt, er ekki hægt að láta það borga sem að skuldina eiga? Það er svona kjarninn í því sem þú ert að reyna að segja að þeir sem að stofnuðu til skuldana eigi að borga. Og þá fólk segir það er ekkert hægt og það er þessi 7 ráð og ég bara benda það að almenningur sko er ekki borgunarmaður. Það er mjög erfitt hjá almenningi, erfið lán, lítil vinna, margar að bresta fyrir ál og þorsk og svo framvegis. Fyrir utan að almenningur stofnaði ekki til þess að Já, en
En það mikill peningur hjá auðmönnum, til dæmis var einn af eigendum Kaupþings að fara fram á að fá greitt 188 milljarði í gjaldeyrisskiptasamninga. Þannig að þar eru peningarnir. Og hvernig við þá fara að ná þeim? Og það eru þessi 7 ráð. Og fyrsta ráðið þá er sem sé að sækja þetta eftir lögum. Við megum halda áfram á eftir, en það eru blaðamannafundur á Bessastöðum, en við skulum halda áfram á eftir. Ég ætla ekki að missa þig, Andrés. Andrés Magnússon læknir, við vorum hér í miðjum klíðum. Við ætlum að fara yfir það sem að þú nefnir 7 óblíðuráð ráð til að afstýra kreppu á Íslandi, og það felst eiginlega í því að almenningur sé ekki látinn borga skuldir þjóðarinnar, heldur séu peningarnir sóttir til þeirra sem að komu þjóðinni á þennan stað. Og við skulum bara fara þá í gegnum þetta lið fyrir lið. Já. Það var sem sé fyrsti punktur, þó svo að neytendalöggjöf sé mjög ábótavant á Íslandi og miklu frumstæðari heldur en í löndunum í kring, að þá eru samt brotin svo áberandi og mikil að það er samt hægt að sækja auðmennina til saka og reka mál fyrir dómstólum. Sérstaklega er þetta erfitt, þeir steytast stundum báðum við búðarborðið, til dæmis lífeyrissjóðum í vörslu banka, þeim er ráðlagt að taka skortstöðu með íslensku krónu, veðja á að munu styrkjast. En bankinn sjálfur kannski tekur algjörlega aðra afstöðu og setur allt sitt í skortstöðu á móti íslensku krónunni. Það kom í ljós til dæmis í Kaupþingi, þeir sem hefðu veðjað á að krónan myndi veikjast, það voru eigendur bankana sem hljóta að vita miklu meira raunverulega stöðu mála, heldur en þeir sem eru kannski fjármálaráðgjafi hjá þeim eða Jón Jónsson út í bæ. Þannig að þeir hafa miklu meiri upplýsingar og alla forsendur þess að græða á þessum gjaldeyrisskiptasamningum, og það eru gífurlegir fjármunir. Sá maður sem átti bara 1/7 af gjaldeyrisskiptasamningunum í Kaupþingi, hann fer fram að fá greitt 188 milljarði. Ef þú margfaldar það með 7, þá erum við að tala yfir 1000 milljarði. Og það er líka til dæmis eigendur banka, stofna fyrirtæki, blása upp hlutabréfaverðið og selja síðan lífeyrissjóðum í vörslu bankans skuldabréf úr þessum eigin fyrirtækjum. Þetta er allt saman ólöglegt. Og þú sannfærður að það nái lög yfir þetta, þannig að það yfir þetta sækja þetta fjármagn með það sem eftir af því. Ég veit að íslensk lög eru mjög gott, en ég veit að þessi brot eru samt svo áberandi og mikil að ég er sannfærður að það sé hægt að vinna mörg mál fyrir dómstólum. Atriði númer 2, það snýr meira að neytendalöggjöf og því sem að fólk getur gert. Já, til dæmis í olíusamráðsmálinu. Það tók sig ekki fyrir einstaka bíleigendur að fara í mál vegna þess að þeir gátu ekki slegið sér saman. Neytendalöggjöfin er þannig á Íslandi. En erlendis þá geta menn annað farið í sameiginlegt mál, eða menn verið jafnvel sjálfkrafa aðilar að máli ef þeir hafa orðið fyrir sama broti á hendur fyrirtækisins. Og það má koma þannig löggjöf á Íslandi, þá geta miklu fleiri farið í mál. Til dæmis allir þeir sem var látið að kaupa hlutabréf í Kaupþingi rétt fyrir fall, þessi menn sem voru í ráðgjafaþjónustu, þetta átti þeir að segja frá því að bankinn væri stæði illa, helst að senda frá sér afkomuviðvörun, og vegna þess að það þýðir ekki að reka þetta eitthvað eitt mál, það þarf að fara í ganga alls konar samhliða mál, það þarf að vinna þetta á mörgum frontum. Og ríkisstjórnin þarf að sjá það að þarf að fjölga, tífalda fólkin í efnahagsbrotadeildinni og svo framvegis. Þannig að það myndi auka þrýstinginn. Allt í lagi, já, ok, þriðja atriðið. Þriðja atriðið er það að þessi peningur fór úr vasa almennings til auðmanna gegnum ríkisvaldi. Og það er gegnum ríkisvaldi sem við getum náð þessum peningum aftur. Og til dæmis í gamla daga þegar Grikkir voru að setja lög, þá sögðu þeir alltaf, þeir eru búin að setjast niður og vera sammála um lögin, þá sögðu þeir fólkinu, lögin er komið frá Guði. Og það mætti Íslendingar haldi þetta ennþá að lögin séu klöppuð í stein, en lög er ekkert annað en að setja í orð það sem endurspeglar réttlætiskennd þjóðar. Við erum svolítið föst í svona þröngum lagatúlkunum. Já, sjáðu, fólk sem læri lögfræði erlendis, það er ekki að læra lagabókstafinu og muna utan að lög. Í góðum háskólum er verið að kenna í hvað finnst þér? Finnst þér þetta endurspegla það sem við ætlum að ná fram með lögunum? Hvað finnst þér vanta til þess að koma á réttlæti í þjóðfélaginu? Og svo framvegis, hvernig vilt þú hafa lögin er umræðan? Og það er einmitt þetta. Það er alveg ný aðstæða. Þetta er alveg nýtt að almenningur eigi að borga skuldir auðmanna. Og þetta er ný aðstæða. Við þurfum ný lög. Við þurfum neyðarlög. Þessi lög getur hljóma til dæmis einhvern veginn eins og, fyrsta lagi að fyrningarfrestur lengist
ef almenningur kemst í þá aðstöðu að hann þurfi að greiða skuldir annarra og þetta upphæð sem fer yfir kannski helminga landsframleiðslu eða eitthvað svoleiðis, þá útleysir það ákveðin réttindi þeirra sem eiga að greiða, til dæmis afléttist bankaleynd og allar færslur sem átt að hafa sér stað undanfarin 2 eða 3 ár sem ljóst hefði mátt vera að ýki greiðslubyrði almennings, þær verða látt að ganga tilbaka og svo framvegis. Þetta var allt platfjármagn, þetta var hvað sem bara lánum sem var dælt inn og það þarf að ná þessu tilbaka. Fjórða atriðið, það eru Bretarnir. Það eru Bretarnir. Sko, okkur var komið upp á móti Bretanum og þessari hugmyndum þess að glæst útrás var nú mikið byggð á national romantík, að Íslendingar væri ofmenni. Þjóðernisrembingi. Já, þjóðernisrembingi. En auðvitað eru Bretar á sama bátu við. Breskur almenningur, það var farið nákvæmlega eins með þá eins og okkur. Og við eigum að gera þetta bandamennum okkar. Og við eigum bara að segja, þið getið valið, við fáum þetta greitt einhvern tímann seint og síðan við þurfum efna á því, eða bara þið reynið bara sjálfir að sækja þetta í hendur þeirra manna sem að snuðu ykkur þennan pening. Og við eigum að, þeirra tilfinningar er að við ætlum að halda hlífiskildi yfir okkar fjármálamenn, af því að við erum tengdir í pólitík. En við eigum bara að segja, við hjálpum ykkur með öllum hugsanlega ráðum til þess að opna þessi mál, þið fá allar upplýsingar sem ykkur vantar og þið fáðu að komast í bókhaldi og svo framvegis. Og þið getið bara, þeir hafa miklu meiri ítök á Jómfrúreyjum til dæmis heldur en við. Þú meina að þeir geti sátt upplýsingar fyrir okkur þangað? Ekki fyrir okkur, fyrir sig. Og fyrir sig þeir eru bara að ná í peningum. Þú meina að við höfum sameiginlega málstað með þeim? Við höfum sameiginlega málstað, svo getum við sagt, ef þið náu ekki öllum þessi fé, þá getum við borgað restin af IceSave-reikningunum og EDS-reikningunum. En ég hugsa að þeir bara láta þá vinna þessa vinnu fyrir okkur. Já, svo erum við komin að hlut endurskoðunarskrifstofuna og þá erum við komin svona dálítið út nálægt þessu fræga Enron dæmi að Ísland sem einhvers konar Enron. Já, þetta er allt hvernig við getum fengið fleiri í lið með okkur að ná þessum peningum tilbaka. Og 5. atriðið þegar Enron féll, fyrsta lagi voru menn handjárnaði daginn eftir en það var ekki beðið í ár og þá spyrir menn, hvaða endurskoðendur skrifa upp á svona akrobatík, svona loftfimleika, bókhaldsloftfimleika. Og það kom í ljós að það var endurskoðunarfyrirtæki Andersen Consulting og það fór bara á hausinn, það treysti þeim ekki lengur. Og þú veist að Ísland og íslenskt fjármálalíf, þetta verður skammaryrði erlendis og þessar endurskoðunarskrifstofur erlendum sem að Íslendingar nota nöfnum þeirra. Ef það kemst í hámæli að þeir hafi skrifað undir alla efnahagsvilsina á Íslandi, þá eru þeir bara í vondum málum. Það getur skaðað mannorð þeirra. Þannig að við eigum að bara setjast niður og semja við þá og segja, komið þið og hreinsið til eins vel og þið getið hér á Íslandi og segja okkur hvort að þeir menn sem þið lánuðu nafni ykkar til voru að vinna vinnuna sína. Og þá skulum við passa upp á að þetta fari ekki í hámæli. En við höfum taka á endurskoðunarskrifstofunum? Ég held að við höfum taka á erlendu endurskoðunarskrifstofunum sem að lána íslensku endurskoðunarskrifstofunum nöfni sín. Af því að þetta kemur eins og við ræddum áðan, fyrst og fremst þess að þetta setja viðskiptavíld og ódýrslega reiknis og svo liðlega á reikningana. 7. atriðið, þar talar financial predators, fjármála rándýr. Já. Og hvernig að nálgast sem sagt? Það verður að greina á milli auðmanna sem í því að setja peningana í framleiðslu og verðmætasköpun. En það snýst ekkert fjármál í heiminum í dag. Það eru smápeningar. Aðalpeningarnir eru í því að það er að breyta hlutabréfum og skuldabrjöfum í kasínópeningar, í spilavítispeningar. Og þetta er allt veðmál. Ég veði á að Landsbankinn, hann muni lækka og er einhver til að veðja móti mér að muni hækka. Eða ég veði á íslenskar krónum muni falla, hver til að veðja móti mér að muni styrkjast. Og þetta er fjármálastarfsemi sem gefur aldrei neitt arð og gefur engan auð, er einskis virði fyrir þjóðina. Eins og Gunnar var að lýsa hér áðan. Já, og aðeins þeir vinna sem að hafa meiri upplýsingar, eins og eigendur bankana til dæmis. Og til dæmis þeirra Bretar, það var gífurleg stéttaskipting í Bretlandi og menn voru ofsalega reiði þegar sem verkamannaflokkurinn náði fyrst völdum og þeir náðu að jafna, náðu peningunum tilbaka með sköttum. Ég sting til dæmis upp á því að við getum sagt að það veri 90% skattur á arði fengnum af framvirkum samningum, svona þessum veðmálum sem að engu skila, engri framleið skila. Eða við getum sagt 50% eignaskattur og auði fengnum með svona fjármála akrobatík. Við verðum að skilja á milli peningar sem notað til framleiðslu og verðmætasköpunar og peningar sem notið í veðmál. Alltaf peninga. Síðasta atriðið það er sjálftakan.
það var algjörlega á hreinu þegar sparisjóður voru stofnaðir, þetta voru hugsjónafyrirtæki. Fólk í minni sveit það lagði inn í sparisjóðin þó að vera lægri vextir, vegna þess að þetta var til hagsældar samfélaginu. En svo eru auðmenn með svo ofboðslega sterkt tök á fjölmiðlunum, þeir eru bara búin að heila þó þjóðina að við eigum þessar peninga, þið eigið það ekki og ykkur á að finnast það eðlilegt. Og þarna eru 10 og sennilega 100 milljarðar af fé sem að almenningur á og það er á bara að ná í þetta, láta sjálftökuna ganga tilbaka. Já, þetta eru 7 atriði sem þú leggur upp til að afstýra kreppuna á Íslandi, að vinna eftir og náttúrulega til grundvallar þess það að við almenningur geti í rauninni ekki staðið skil á þessum skuldum. Já, og almenningur getur ekki staðið skil og það er líka sárt fyrir almenning að finnast að hann geti ekki gert neitt. Hann á bara að leggjast niður á strætinu meðan skriðdrekarnir valta yfir fólk. Fólk verður að fá að rísa upp og fá að berjast og reyna hvort að þið getur ekki sótt rétt sín. Þú ert náttúrulega geðlæknir. Hvernig eiga menn Það er alltaf vor. hvernig eiga menn að bregðast við? Þetta er náttúrulega það er ákveðin streit í gangi í samfélaginu. Já. Ég meina, hvernig eigum við að fá henni útrás? Já, fyrsta lagi erlendis þá er lagt mikið på því að læknar taki þátt í umræðum samfélagsmein sem áhrif á heilsu fólks. Og það er allir sammála það að kreppa og streita, það hefur mjög slæm áhrif á heilsu fólks. Og það voru hér Bretar, eins og Lancet sem virkilega endurtóku það að læknar verða að vera samfélagslega virkir. Til dæmis fóru þeir sjálfir til Írak og skoðuðu dánatöluna sjálfir, mjög í óþökk ráðamanna. Og varðandi heilsuna, fyrsta lagi þá þurfum við upplýsingar. Þetta er alveg að vera búið? Já. Virkilega góða upplýsingar. Öðru lagi að áfallið er miklu meira ef þetta er áfall af mannavöldum, heldur en ef þetta væri jarðskjálftar eða flóðbylgjur eða eldgos. Við þurfum að vita hvort þetta var eitthvað náttúrulega mál eða hvort það var einhver sem gerði þetta með galopin augun. Og í þriðja, ef það er þannig, að þá hefur það sýnt sig að fólk líður ekki betur í sálinu sinni fyrir en þeim finnst að réttlætun hafi verið fullnægt. Andrés, ég þakka þér fyrir að koma í þáttinn, þetta er búið í dag. Takk fyrir að fá að koma. Takk ykkur kærlega fyrir að horfa.